Komið sæl, ég heiti Ebba Guðný og hér sit ég aftur með Hallgrími Magnússyni lækni og að þessu sinni ætlum við að tala stevju. Hallgrímur, vilt þú byrja? Stevja sem sagt náttúrulegt efni sem til í náttúrunni upphaflega og menn komust að því fyrir slysni fyrir kannski 15-20 ára síðan að það gríðar mikið sætubragð af þessu efni. Þá var að fara að rannsaka þetta og það gefur sem sagt sætubragðið í mat án þess að vera með nokkur kaloríur, án þess að hafa áhrif á svokallaðan glycemic index. Glycemic index sem sagt tala sem við höfum reiknað út og komið mikið til frá Ástralíu að það sem sagt hversu hratt matur sem við borðum setur sykurinn í blóðrásina. Og við tekið til dæmis eins og Seriós, það setur sykur gríðarlega hratt inn í blóðrásina og þá dettur það sem sagt hratt niður aftur, þannig að fljótlega ekki þörf að borða eitthvað nýjan sykur. Svo sjáum við til dæmis að ef við borðar hafragraut og setur út í hann kanil og þannig gengur sér rjómót fitu og lækkar það líka á hversu hratt sykurinn úr hafragrautum ber inn í blóð. Sem þýðir þetta orka sem endist lengur. Já, endist miklu lengur. Akkurat. Og þegar við höfum hinn sykurefni, bæði aspartam, eins bara hvítan sykur, þá fer þetta alveg beint inn í blóðið og veldur því að líkaminn þarf að setja út insulín og sterana og nýrnahettunum og reyna að kontróllera þetta blóð. Þetta ástand, En þegar við nota stevju, þá gerist ekki eitthvað neitt slíkt. Það er bara bragðkirtlarnir sem finna þannig að þetta er sætubragð og þetta hefur 0 áhrif í okkar meltingarvegi og í blóðsykurinn sem slíkur. En engin hægt á því að fólk fara að nota allt of mikið af stevju og venja sig á allt of sætt bragð af öllu? Nei. Bragðið sem sagt finnst með tungunni og við höfum þessi 6 bragð í tungunni og það er alveg staðreynd að við getum ekki breytt því, alveg eins og við getum ekki breytt því hvernig líffæri starfa á ákveðnum tímum í líkamanum. Þessar óumbreytanlegu hluti. Því við erum komin úr náttúrunni. Við erum ekki búin til í einhverju, eins og bíllinn er einhverju verkstæði annað þess þannig að það eru svona grundvallar lögmál sem að þurfa að fara inn í og þess vegna setjum við aldrei mikið af þessari stevju. Síðan erum við með stevjunni sem maður sér hérna á glösunum við framan, það er hægt að setja ýmis önnur bragðefni saman við. Þannig að þá slær maður 2 flugur í einu höggi, maður fær bragðið og maður fær sem sagt sykur líka til þess að þetta smakkist á betur. Já, svolítið betur. Akkurat. Það er hægt að sæta til dæmis sódavatn, ef maður myndi vilja það, ef mann langar í svoleiðis. Og svo bara jafnvel gamla góða vatnið. Teið, kaffið, staðan fyrir sykur. Og þetta er hægt að setja í bakstur. Já, akkurat. En maður myndi nota þetta með annarri sætu, er það ekki góð? Jú, það notast sem sagt allavega þegar fólk verður að byrja að nota þetta, nota þetta með öðrum sykri. Já, ég nota þetta með pálmasykri. Pálmasykri, en svona smátt og smátt ef fólk er tilbúið til þess að gera áfram athuganir og sjálfu sér, þá getur þú farið að nota þetta alveg eitt út af öðru sykur. En þetta er miklu sætara en sykur, þetta er alveg 300 sinnum. Já, þetta gefur okkur meiri sem sagt sætu bragðið sem slíkt Þarft minna. Já, akkurat, einmitt. En maður þarf að prófa sig áfram. Ég veit þó að það stendur hér á pakningunum að 2 svona grömm af stevju í dufti eru svipað mikið og 1 matskeið af sykri, er það ekki? Já. Það er svona kannski ágætis viðmið. Einnig er hægt að nota þetta ef maður er að búið til shaka, er það ekki? Eða svona ristingar. Já, þetta notur út í allan þann innað þegar fólk er að gera gríðarlega mikið í sambandi heima á sér að vera með alls konar duft og skýr og ekki hvað sem það er að búa til marga bækur til þessi efni. Já, akkurat. Þarna setti ég berri út í vatnið. Ég skal smakka þetta fyrir ykkur. Já, mjög gott. Það er svona það sem þetta er gaman að kannski stundum að breyta aðeins til. Sjálfsagt, það er það sem maður gerir að maður vil halda áfram í svona ákveðin grunn en þú verður mjög leiður á að taka sama drykkin viku eftir viku einmitt með þessu stevju í þessum bragðinum og þá er mjög lítill vandi að breyta til og fá nýtt bragð og nýja vellíðun þá eftir. Já, akkurat. Eigum við að segja þetta gott stevju í dag?
Við gerum það, verið sæl.